Rafmagns- og tölvuverkfræði í rauninni allt sem snýr að framleiðslu, dreifingu og notkun rafmagns. Í alls konar heimilistækjum, í bílum. Tölvuverkfræðin kemur þarna inn í vegna þess að við gerum eiginlega ekkert í dag öðruvísi heldur en að vinna hlutina í tölvu. Og það gildir alveg eins með rafmagnsverkfræðina eins og með annað að þetta gríðarlega stór þáttur í því að geta unnið með rafmagn og látið að gera það sem við viljum. Tökum til dæmis snjallsímana eða tölvurnar litlu sem alltaf að verða öflugri og geta meir og meir. Þetta allt saman rafmagn og forritun, kannski má segja. Þannig að rafmagns- og tölvuverkfræði. Þið eru með grunnnámi, það eru 3 ár og fyrsta árið nú bara að koma grunninum inn, stærðfræðigrunninum og eðlisfræðigrunni og ég held að sé 1 eða 2 fög sem myndi vera sérstaklega verða þá rafmagnsverkfræði fög. Og svo á öðru ári og 3. ári þá ferðu sérhæfiði meira, tekur kúrsa hvað kallast merki og kerfi og líkindafræði og svo framvegis. Og síðan á 3. ári þá raunverulega velur fólk aðeins hvort það vil einbeita sig til þess að sterkstraum eða fara út í að kallast tölvuverkfræði eða þá kannski hardware-pælingar meira í tölvum og svo framvegis. Já, það spanna alveg gríðarlega vítt svið. Það getur verið allt frá því að vera eitthvað sem kannski dálítið fræðilegt og kannski kallast á hagnýt stærðfræði jafnvel. Því að þessi svið þau liggja öll saman og yfir í það að vera eitthvað sem mjög praktískt eins og bara hvernig ætlarðu að koma bíl á götuna þannig að hann sé eins og þú vilt hafa hann. Til dæmis mikið búið að vera að vinna með að greina myndir sjálfkrafa og það eru dæmi eins og til dæmis að taka myndir af augnbotnum og greina æðar í þeim. Það eru taka myndir af gervihnattamyndir og greina hvað á gervihnattamyndunum sjálfkrafa. Það eru til dæmis hafís, þú getur tekið mynd og reynt að finna hafísinn og svo hvert hafísinn fer. Það stór partur, það að raunverulega greina upplýsingar. Ef þú rekst á eitthvað sem keyrir fyrir rafmagn í dag, þá hefur einhvers staðar komið rafmagnsverkfræðingur að því. Allir símarnir, allar græjurnar, þetta allt saman eitthvað sem rafmagnsverkfræðingar hafa komið við. Þeir geta starfað út allt þjóðfélag. Þeir starfa til dæmis á sviði fjarskipta, þeir starfa við framleiðslu raforku, þeir starfa í bönkum og bara í rauninni hægt að starfa nánast mjög víða. Og ég segi gjarnan að maður alltaf að beita verkfræði í öllu sem maður gerir allan daginn. Það alveg sama hvað ég að gera. Ég alltaf að hugsa á hvaða hátt get ég gert þetta á bestan hátt. Og það finnst mér verkfræði snúa svolítið Og mér langar að tala aðeins þessa ljósaperu hérna vegna þess að ef að ég væri sett í líkamsræktarstöð á svona hjól og látin framleiða rafmagn með svona öfugum mótor getum við sagt til þess að kveikja á perunni, þá geti ég kveikt á einni svona 60 watt peru. Þó ég væri í toppformi, ég geti ekki meir. Þannig að hugsið ykkur það, að við höfum bara eina ljósaperu. Betur en ekki neitt, en það samt svo lítið með það sem við höfum. Marel veit ég að það eru fólk sem vinnur og fyrir sér reyndar enda mikið í bönkunum, eða gerðu það, ég veit ekki alveg hvort þið gera það ennþá. Svona tæknifyrirtækin eru Össur og svona sprotafyrirtæki mörg með rafmagnsverkfræðinga. Þetta eru fjarskiptafyrirtækin, þetta eru yfirleitt mjög eftirsóttir starfskraftar og námið krefjandi og það komast ekki allir í gegnum það, þannig að þegar fólk búið að komast í gegnum rafmagns- og tölvuverkfræði þá það svona ákveðin gæðastimpill.